Já, það er alveg 2-1 sigur á móti Aftureldingu í kvöld. Ertu ekki ánægður? Jú, ég er rosalega ánægður. Bara þetta var erfitt. Aftureldingi eru bara solid varnarlega. Þeir hafa sýnt það bara búin að fá þessi 3. föstu mörkin í deildinni og eru alltaf bara tilbúnir að berjast með klaft og klóm fyrir hvern annan og bara mikið liðsheild hjá þeim. Þannig að þetta er hægara sagt en gert, en vissulega var ég ekki sáttur með bara svona gæðin okkar þegar kom að loka þriðjungi í fyrri hálfleik, sérstaklega í fyrri hálfleik. Við vorum að koma okkur í góða stöðu, við vorum að eiga gott spil í gegnum vörnina þeirra og opnuðum náttúrulega, en við bara nýttum þessu stöður alls ekki nógu vel, en það lagaðist aðeins í seinni hálfleik og við skorum 2 góð mörk í seinni hálfleiknum og svona óheppnir að missa marka út á og þá svona var þetta full spennandi. Við mistum náttúrulega bara eins og eðlilegt er, við mistum smá tökin á leiknum og þeir fara að henda öllu fram en við gerðum vel, við vorum að kasta okkur í veg fyrir boltana og svona blokkaskotin þeirra, þannig að við líka sýndum bara mikið hjarta að sigla þessu heim. Tapið þetta fyrir leiknum á tímabilinu og harkið út sigurinn hér. Akkur er erfitt að spila á móti Aftureldingu? Þeir bara, þú veist, það er eins og ég sagði fyrr, það er bara mikið liðsheild hjá þeim. Þeir hafa sýnt það í sumar. Þeir eru, þú veist, með sigrinum hefðu þeir bara getað blandað sér í toppbarátuna og það er ekkert að ástæðulausu. Þeir eru bara hörkugóðir og tilbúnir að berjast fyrir hvort annan í öllum leikjunum sem við fara í og við höfum bara fengið að finna fyrir því núna gegn þeim að þetta er erfitt, en þetta var sterkur sigur hjá okkur, dag og virkilega sáttu með 3 stigin, en svona við hefum getað farið aðeins betur með boltan og nýtt stöðun og okkar mun betur. Nikola Jensen spilaði 90 mínútur í kvöld og skoraði 2 mörk. Hversu dýrmætt er að fá hann inn í 100%? Já, bara mjög dýrvært. Hann er okkar númer 1 nýja í liðinu og okkar markaskori og okkur hefur vantað dálítið, þú veist, markaskora, alveg markaskoran, og það er bara gott að Nico sé komin í stand og byrjar að skora fyrir okkur og hann fekk góða hjálp frá liðsfélögunum sínum í dag. Þetta var farið honum þetta bara á silfurfati og hann er náttúrulega bara gammur inn í teignum og veit hvað hann á að staðsetja sig, þannig að það er bara virkilega sáttur með að fá hann tilbaka. Ég heyri einhvers staðar að Ingvar Jónsson væri meiddur á kálfa. Svona, hvenær er von á honum? Ég veit það ekki. Ég held að þetta sé ekki alvarlegt, en við hefum bara eftir að sjá til með það. Þau geta oft verið svona leiðilega þessi kálfameiðsli, en við erum bara, Pálmi átti hrikalega flottan leik hérna í dag og gerði virkilega vel, þannig að ég er bara mjög sáttur með innkomu hans, en bara sem sýnir aftur styrk þessa hóps. Það kemur bara maður í mannstað og Pálmi gerði það virkilega vel í dag. Að lokum, Gárungarnir hafa mikið talað að Óskar Borgþórsson, leikmaður Sogndal í Noregi, sé að vera leiðin til Víkings. Getur eitthvað sagt okkur eitthvað það? Nei, ég get svo sem ekkert sett það. Ég segi bara no comment, þangað til að það kemur eitthvað annað í ljós. Takk fyrir.